Hluthafar, ágætu gestir, sérstaklega þið sem heima sitið. Ég ætla nú að lýsa sérstökum, bjóða ykkur velkomin hérna um borð í brúna á Berki NK, en hann að landa hérna Silfri hafsins í Neskaupstað. Búinn að gera dálítið af því í haust og það gaman að því að geta verið hérna með fjárfestakynningu og kynningu á niðurstöðu þriðja ársfjórðungs í rekstri Síldarvinnslunnar 2025 í einu mesta aflaskipi Íslands. En mér reiknar svo til að Börkur sé aflahestur uppsjávarskipa á Íslandi. Nú, ef við förum aðeins í það helsta úr starfseminni á fjórðungnum, þá held ég að við getum alveg sagt það með reisn að veiðar og vinnsla á makríl gengur vel. Sölur hafa gengið vel og verð verið góð. Við höfum verið að sjá miklar hækkanir á milli ára þegar kemur að makrílafurðum. Nú, kolmunnaveiðar hafa líka gengið vel framan á árið. Það er kannski skemmtileg viðbót við þær að þegar við fórum til veiða í lok ágúst í íslenskum sjó að þá gekk vel að veiða. Þannig að íslensku skipi náðu ágætis afla í lok ágúst og byrjun september í íslensku sjó sem er mikilvægt auðvitað upp á samningsstöðu okkar í þegar kemur að makrílheimildum, kolmunnaheimildum. Nú, veiðar á norsk-íslensku síldinni hófust síðan í september og fram út október og hafa gengur mjög vel. Á tímabilinu þá fiskuðu togar ísfiskskipin okkar vel og vissulega var sumarstopp sem var notað í viðhald og slippverk eins og gengur sem kemur aðeins inn í fjórðunginn. Nú, landvinnslan bolfiskvinnslan í Grindavík fór bara vel á stað eftir sumarstopp í ágúst og ég held að þegar við tölum bolfiskmarkaðina eins og uppsjávarmarkaðina, ég held að séu góð verð á okkar helstu mörkuðum og það náttúrulega skýrist af því að við erum auðvitað að sjá gríðarlega niðursveiflu í aflaheimildum í þorski. Ef við skoðum bara aflaheimildir síðustu ára þá hafa þær fallið gríðarlega og við erum að sjá Norðmenn og Rússar til dæmis veiða 60% minni þorsk núna en þeir veiddu 2019 og við erum orðin stærsta þorskveiðiþjóð Íslendinga þannig að með það þurfum við að fara vel. Nú, síðan voru hlutdeildarfélögin okkar að gera góða hluti. Polar Pelagic, grænlenska félagið sem að gerir út uppsjávarskipi Polar Amarok og Amasak, stóð sér vel í makrílnum og átti mjög gott tímabil. Eins, ekki alveg sömu sögu að segja, það hafa verið miklar áskoranir í rekstri Arctic Fish, hlutdeildarfélags okkar í fiskeldinu fyrir vestan, bara eins og hjá hinum fiskeldisfyrirtækjum í Íslandi. Við höfum verið og víðar hafa verð á laxi einfaldlega verið lág, en við hérna á Íslandi erum kannski til viðbótar það að glíma aðeins við hærri kostnaðarliði og eins líka hærri skattheimtu. Nú, ef við förum aðeins svo áður aðeins í lykiltölum fjórðungsins, þá voru tekjurnar $127,5 milljónir. EBITDA tímabilsins er $44,8 milljónir og EBITDA hlutfallið á tímabilinu 35,1%, en var 33,9% á sama tímabili fyrir árið síðan. Nú, hagnaður er 32,1 á móti 19,1 fyrir ári. En við erum með 55.000 tonn afla á móti 36.000 tonn ári áður sem er mun meira afli. Það helgast meðal annars af mun meiri kolmunnaafla á tímabilinu. Nú, afurðir í 1000 tonna eru 38.000 tonn. Ef við skoðum það helsta í eignum, heildareignir samstæðunar eru $1.100 milljónir og eiginfjárhlutfall samstæðunar er sterkt 64,3% en var 60,7% í upphafi árs. Handbært fé er 68,6 milljónir, var 101,8 í upphafi árs og netto vaxtaberandi skuldadeild með EBITDA er 1,52, hefur lækkað úr 2,06. Meðalgengi tímabilsins er 122,2 á dollar en var 137,6 á sama tímabili í fyrra. Nú, ef við skoðum 9 mánuðina þá erum við með $286,3 milljónir í tekjur á móti 236,8, þetta eru $50 milljónir aukning. Nú, EBITDA tímabilsins er $82,8 milljónir á móti 58 milljónum árið áður, sama tímabili í fyrra. EBITDA tímabilsins er 28,9% á móti 24,5% á sama tímabili fyrra. Nú, hagnaður tímabilsins er $44,5 milljónir. Við veiddum alls 134.000 tonn tæp og framleiddum 77.000 tonna afurðum.
Nú, ef við fyrir aðeins í veiði uppsjávar aflann okkar, þá eru þetta á tímabilinu 48.000 tonn sem við veiðum og skiptist þannig að Barði er með 17.000 tonn og Börkur með 17.700 tonn og Beitir með 13.200 tonn. Auðvitað að hluta tímabilsins eins og í makrílnum þá verðum við veiði samstarfi allra skipa og aflaði skipt jafnt á milli skipa. Nú, veið eftir tegundum á tímabilinu þá erum við að veiða 15.400 tonn af makríl og 8.900 tonn af kolmunna sem er aukning frá árinu áður eins og þið sjáum þarna á samanburðarmynd. 8.600 tonn af norsk-íslenskri síld og 5.000 tonn af íslenskri síld. En það er mest að uppsveiflan eru þetta góð kolmunnaveiði, aðeins niður makrílveiðin. Nú ef við skoðum aðeins stöðu aflaheimilda í lok tímabil sem er alltaf gott að horfa til þegar við erum að glöggva okkur á kannski síðustu 3 mánuðum ársins, þá áttu við eftir 5.300 tonn af norsk-íslenskri síld. Makríllinn var auðvitað búinn og kolmunnin eigum við eftir 17.400 tonn í lok tímabils og í síldin áttu eftir 11.300 af íslenskri síld. Nei, fyrirgefi, ég er aðeins að ruglast núna. Norsk-íslenska síldin var 5.800 tonn. Makríllinn var búinn nánast og kolmunnin 12.500 og íslenska síldin 15.600 tonn. Nú, uppsjávaraflinn á 9 mánuðum er 107.000 tonn og við vorum með 100.000 tonn á sama tímabili fyrra og þarna sjáum við afla eftir skipum. Barðin er með 33.500, Börkur með 46.000 og Beitir með 27.000. En Beitir misti eiginlega kolmunna besta tíma í kolmunnum á vormánuðum vegna slipptök, hann var í viðhaldi. Nú, enn og aftur er kolmunnin náttúrulega langstærsta tegundin, 74.000 tonn og við erum með 17.000 tonn af makríl. Nú, vinnslan hjá okkur uppsjávar fiskimjölsverksmiðjan er með 30.000 tonn og það er auðvitað uppistaðan þar er kolmunni á tímabilinu og síðan afskurður frá makríl og síldarvinnslu. En það fór engin makríll eða síld beint í bræðslu. Þetta fer allt í gegnum frystihúsið og er nánast bara afskurður frá mandvinnslu. Þannig að tímabilið er með 31.000 tonna, staðan fyrir 80.000 tonn árið fyrra. Uppsjávarfrystingin tók 31.400 tonn og við framleiddum 36.000 tonn tæp af afurðum. Þar af vega uppsjávarafurðir 22.500 tonn og mjöl og lýsi 9.000 tonn. Nú, ef við skoðum 9 mánuðina hjá okkur, þá er fiskimjölsverksmiðjan með 118.000 tonn, þar af 104.000 tonn af kolmunna. Frystingin hjá okkur, uppsjávarfrystingin, tók undir 36.600 tonnum og það er kannski munurinn á milli ára þar er að við tókum á móti einhverjum 3.000 tonnum af loðnu sem kom ekki í ár. Nú, við framleiddum 67.000 tonna afurðum. Bolfiskaflinn hjá okkur á tímabilinu er 7.200 tonn á fjórðungnum á móti 8.500 tonn árið áður. Það munar auðvitað kannski mest það að frystitúrinn hjá okkur var í slipp í september og var úti 1 mánuð og vantaði túr inn í hann. En línuskipin eru með 1.300 tonn og ísvíkstúrar með 4.400 og frystitúrinn með frystitúrinn 1.300, ísvíkstúrar með 4.400 og línuskipin 1.500. Nú, veiði eftir tegundum sem fyrr, þá er þorskurinn auðvitað stærsta tegundi hjá okkur. Ýsuveiðin hefur gengið ágætlega á fjórðungnum, við erum með 1700 tonna ýsu og til þess að glöggva á heimildum sem er eftir óveitt eigum við eftir 14.000 tonna þorski, 8.500 tonna ýsu, 4.800 tonna ufsa og 2.800 tonna karfa, en auðvitað bolfiskheimildina þurfa að endast okkur fram að 31.8. Í útkvótaárið. Bolfiskskipin eru þannig með á fyrstu 9 mánuðum 27.000 tonn og þar af eru ísvíksskráknir með 14.300, línuskipin 72 og blængur með 5 og 5 frystitúrar. Og tæp 11.000 tonn af þorski og 6.500 af ýsu. Og þið sjáum aðeins ef við byrjum þetta saman við árið í fyrra, það er hátt í 1.000 tonn niður þorskveiðin og ýsuveiðin er aðeins niður en ekkert sem telur. Það er kannski
mest í skellur niður í ufsaviðinni sem að minnkar mikið dálítið á milli ára. Gengi illa að ná ufsan. Nú bolfiskvinnslun hjá okkur á fjórðungnum tók vinnslan í frystihúsi í Grindavík undir 1500 tonnum á móti 1290 tonnum árið áður, en eins og flestir vita þá er kannski erfitt að bera sig saman við árið áður. En búin að vinna okkur upp úr þessum gosóróa sem kom á Reykjanesi og það má segja í rauninni að það hafi ekki haft mikil áhrif á starfsemi Vísis á þessu ári. Það hefur verið nokkurn veginn óröskuð. Saltfiskvinnslan tók á móti tæpum 1500 tonnum. Í framleiðslu afurða, þarna erum við með sjófrystar afurðir af blæng 930 tonn, ferskar og frosnar 730 og salta 700 eða tæpa 800, 2500 tonn tæpa afurð á tíum. Nú 5800 tonn eru komin í gegnum frystihúsi í Grindavík, 6100 í gegnum saltfiskinn. Við erum búin að framleiða 9800 tonn, þar af erum við með sjófrystar upp á 3200, ferskar og frosnar upp á 2700 tæp og saltfisk upp á 3800. Nú ef við förum aðeins í rekstratölurnar og þá eru rekstratekjur tímabilsins 127,5 milljónir dollara, rekstragjöld 82,7 eða EBITDA tímabilsins er 44,7. Afskriftir 5,5 og þannig er rekstrahagnaður 39,1. Á móti 11,3, nei á móti 32,3 árið áður. Nú fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð 2,9 eða voru neikvæð 3,7 árið áður, þessi sama tímabili. Rekstrahagnaður 39,1 á móti 27,7. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru jákvæðu 3 milljónir dollara á tímabilinu. Þar munar auðvitað mest jákvæða afkomu Polar Pelagic á makrílvertíðinni. Reiknaður tekjuskattur tímabilsins 7,2, þannig er hagnaður tímabilsins 32 milljónir dollara. Nú ef við förum í 9 mánuðina þá eru tekjurnar 286,3 milljónir dollara, voru 236 árið áður. Kostnaður 203 og EBITDA 82,8 tæpar. Afskriftir 14,7 og rekstrahagnaður tímabilsins 68 milljónir dollara. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð 5,8 milljónir dollara og áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru neikvæð 5,5 milljónir dollara. Þarna vegur náttúrulega þyngst 10 milljónir dollara sem er neikvætt inn í okkar bókum vegna niðurstöðu rekstrar Arctic Fish hlutdeildarfélags okkar. Þannig er hagnaður fyrir skatta 56,7 milljónir dollara, reiknaður tekjuskattur 12,2 og hagnaður tímabilsins 44,5 milljónir dollara. Sem er hækkun 16 milljónir dollara frá árinu áður. Nú ef við aðeins horfum á hagnaðarbrúna eins og við farið yfir hérna, þá er hagnaður þriðja ársfjórðungs 24 var 19 milljónir dollara, aukning í EBIT upp á 12,5 milljónir dollara, afskriftir aukast 1,1 milljón dollara, fjármagnsliðir eru upp 850.000 dollara og hlutdeildarfélög upp 2,8 milljónir dollara tæpar. Tekjuskattur eykst 2,2 og þannig er hagnaður tímabilsins 32 milljónir dollara. Við skoðum þessa sömu brú fyrir 9 mánuðina, þá vorum við með 28,4 milljónir dollara árið 9 mánuðum 24. EBITDA eykst 24,7 milljónir dollara, afskriftir eru nánast að núlli, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru betur 2,5, gengismunur 985.000 dollara, verðbréf afleiðu taka til sín 2,1, hlutdeildarfélög eru niður 5,1 og tekjuskattur eykst 4,9, þannig er hagnaður tímabilsins 44,5 milljónir dollara. Nú starfsþáttayfirlit, ef við skoðum aðeins hvernig þetta skiptist inn milli starfsþáttahögu, þá er útgerðin með 142,2 milljónir dollara í tekjur, kostnaður seldravarða þar eru 48,6, laun eru 49,8 og annar rekstrakostnaður 1,4, þannig er rekstrahagnaður fyrir afskriftir af útgerðinni 42,4 milljónir dollara. Landvinnslan er með sölutekjur upp á 200 milljónir dollara, kostnaður seldravarða 131,7 og laun 21,6, annar rekstrakostnaður 1,5, þannig er rekstrahagnaður fyrir afskriftir í landvinnslu 45,4 milljónir dollara. Annað er með 31,3 í tekjur og 27,3
3 í kostnaður seldra vara, laun 6,1 og annar rekstrarkostnaður 3,1, þannig tekur annar til sín 5,1 milljón dollara, þannig við með rekstrarhagnað fyrir afskriftir í 82,7 milljón dollara. Afskriftir 14,7 milljón dollara, fjármálatekjur við fjármagnsgjöld 5,8, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga 5,5 og tekjuskattur 12,2, þannig hagnaður tímabilsins 44,5 milljón dollara. Nú EBITDA-brúin á 9 mánuðum í 2024 voru með 58 milljónir dollara, útgerðin með aukningu upp á 19,9 milljón dollara, landvinnslan með aukningu upp á 3,6 milljón dollara, annað með aukningu upp á 1,2 milljón dollara, þannig EBITDA tímabilsins 82,7 milljón dollara. Nú efnahagur félagsins, þarna við með óefnislegar eignir í fiskveiðiheimildum af 526 milljón dollara sem auðvitað aukningum 42,9 milljón dollara. Þessa aukningum má fyrst og fremst rekja til breytingar á gengismunar. Það að segja dótturfélag okkar Vísir og í samstæðinu Vísir og Bergur Huginn. Vísir í evrum og Bergur Huginn í íslenskum og þetta bara gengismunur á milli dollars og þessara mynta sem að mynda þessa aukningu verðmætum í aflaheimildum. Varanlegir rekstrarfjármunir 225,9 milljón dollara. Leiguréttindi 2,1, þannig við með fjárfestingar eignarhlutir í hlutdeildarfélögum 159,1 milljón dollara, eignarhlutir í öðrum félögum 2,5, skuldabréf 119, þannig við með fjárfestingareignir upp á 161,8, fasta fjármunir þannig samtals 915,9 milljón dollara og aukast 62,3 milljón dollara. Þessi aukning eins og ég sagði áður fyrst og fremst tilkomin vegna þýðingarmunar. Nú veltufjármunir, við með byrðir upp á 66,3 milljón dollara, þær hækka 9,7 milljón dollara, voru 56,6 ári áður, viðskiptakröfur 56,8, hækka þar 16 milljón dollara, aðrar skammtímakröfur 10 milljón dollara, handbært fé þannig 68,6 milljónir dollara. Og veltufjármunir samtals 201 milljón dollara og eignir samtals þannig 1117 milljón dollara. Og hækka 58,2 milljón dollara milli tímabila. Nú eigið fé í samstæðinu 718,9 milljón dollara, langtímaskuldir og skuldbindingar 166,4 milljón dollara og skammtímaskuldir 232,5 milljón dollara, skuldir samtals 398,9 milljón dollara. Það nú ekki alveg allt sem sýnist. Við erum ekki að feika reikninga, ég á nú ekki við það reyndar, en næst á afborgunum langtímalánum mjög há tala, en það einfaldlega út af því að við með langtímalán í endurfjármögnun og við bara búin að ganga frá endurfjármögnun, þannig að þetta verður komið upp í langtímaskuldbindingar og langtímalán eftir í næsta uppgjöri. Þannig við erum að ganga frá endurfjármögnun á öllum langtímalánum okkar við Nordea banka í Noregi. Þannig að það bara í vinnslu og þá færist vissulega þessar næsta afborganir 165,8 milljónir upp á stærstum hluta. Þannig skuldir samtals 398,9 milljón dollara, eigið fé skuldir 1117 milljónir. Nú ef við skoðum aðeins sjóstreymi 9 mánaða, þá vorum við með handbært fé í upphafi árs 101,7 milljón dollara. Veltu fyrir rekstri 82,6, hækkar 82,6 milljón dollara. Greiddi vextir og skattar taka til sín 15,8 milljón dollara eða 15,8 milljón dollara tæpar. Rekstrartengdar eignir og skuldir taka til sín 11,2 milljón dollara. Fjárfestingarhreyfingar upp á 16,6 milljón dollara. Þarna nær eingöngu að ræða hlutafjáraukningu okkar í Arctic Fish fiskeldi á Vestfjörðum. En það var aukið hlutafé þar á haustmánuðum. Nú fjármögnunarhreyfingar taka til sín 72 milljón dollara. Og það vegur þyngst að við erum búin að borga niður langtímalánum 45 milljón dollara. Við erum búin að borga arð upp á 17 milljón dollara og minnka skammtímaskuldinu 7 milljón dollara. Þess borga niður langtímalánum 45 og minnka skammtímaskuldinu 7 og borga arð á vormánuðum. Þannig handbært fé í lok tímabils 68,6 milljónir dollara. Nú ég hef alltaf gert að reglu á þessum fundum að fara aðeins yfir
framtíðina og aðeins að gera grein fyrir mörkuðunum eins og við sjáum þá á þeim degi sem að uppgjörskynning og á þessum tímabili núna að þá eins og kom áðan makrílvertíðin gekk vel og afurðir þar að vissulega vestu seldar og í afhendingarferli það er lítill hluti óseldur búin að vera mikil góð eftirspurn á öllum mörkuðum og hún minnkaði ekki þegar kvótaniðurskurðurinn og ráðgjöfin var ljós á haustmánuðum. Nú síldarmarkaði, ég held að megi segja að það sé bara ágætis staða, helstu markaðir eru í jafnvægi og það eru góða söluhorfur á norsk-íslensku síldinni og íslensku og við erum að sjá auðvitað mun stærri hlutfall af aflanum fara í manneldisvinnslu sem er auðvitað árangur af fjárfestingu í öflugri, betri skipum, auknu tæknistigi og vinnslustigi í manneldisvinnslunni þannig við erum að sjá mun stærri hluta af síldarafla fara í manneldi en áður. Loðna, við erum í rauninni ekki með einar óseldar loðnubirgðir. En þar finnum við alveg fyrir mikil eftirvæntingu og eftirspurn á okkar helstu mörkuðum. Bindum vonir við að verði nú eitthvað bætt við að byrjunarkvóta sem kom á haustmánuðum. Mjöl og lýsi, þar eru að sjá aðeins minni kvóta eins og í Perú en menn reiknuðu með í upphafi hausts. Það eykur alltaf aðeins eftirspurn en það eru Perú þessi kvótar yfir í heimsmarkaðnum. En við erum samt að sjá mun meira mjöl og lýsi koma inn á Evrópumarkað frá Suður-Ameríku en oft áður. Þannig að það er verið að flytja gríðarlega mikið inn það meira en áður. En verðið eru sterk og lýsin hafa haldist stöðugt allt árið segir maður hér en auðvitað erum við að tala um lýsisverði í einhvern 2600–800 sem fór hæst í $5.000. Þannig að það má segja að haldist þá stöðugt lágt en ekki hátt ef maður byrjar þetta saman við það. Nú bólfisksmarkaðir, það er bara mikil eftirspurn þar. Sjófrystarafurðir hafa verið í hæstu hæðum og til dæmis þorskur Ísafjörðinn á Bretland bara mjög sterk. Sama með karvan. Sal á ferskum og frystum þorsk og Ísafjörðum hefur líka verið góð í frystuhúsinu og saltfisksmarkaðir sterkir. Það er eins og ég sagði í upphafi að það eru auðvitað gríðarlegur niðursveifla í þorskaflaheimildum við norðanvert Atlantshaf. Þannig að það er gríðarleg eftirspurn eftir þorski og bara tog í markaðnum. Og við stöndum að mörgu leyti fram í því að velja dálítið núna hvað við ætlum að vinna úr fisknum og hvaða mörkuðum ætlum að þjóna. Það er alveg ljóst að í þessum niðurskurði það er ekki víst að fá við allir sem vilja. Nú heimsmálum, ég hef alltaf þótt verið spekingur í heimsmálum og komið aðeins inn á það en auðvitað vita allir að því að það eru Trump-tollar í Bandaríkjunum og hafa sagt til sín í einhverjum sjávarafurðum þangað inn, menn hafa séð svona aðeins tregðu og minnkun og áhyggjur kaupenda en kannski hvað síldarvinnsluna snertir þá erum við ekki stórir inn á þennan markað þannig að kannski hefur minni áhrif á okkur með beinum hætti. Kannski frekar að verði svona ruðningsáhrif ef þessar tegundir eins og eldis hvítfiskur sem er að fá hærri tolla inn á Ameríku leiti meira inn á Evrópumarkaði inn á okkar markaði þar. Það er kannski frekar eitthvað sem að ruðningsáhrif sem við gætum átt eftir að sjá en ekki kannski verið að vera með það. Saga gengi vel inn á Úkraínu, ég meina það er eins og ég segi sölur ganga vel á uppsjávarfiski en við erum auðvitað að selja inn á Austur-Evrópu og Úkraína er stór markaður og auðvitað eru þetta gríðarlegar áskoranir, við erum auðvitað ekki með mikið af kröfum, það er lítill greiðslufrestur gefinn en það er einhverjir peningar útistandandi í veltunni þar og það er stríð og óvissa. Það er áskoranir í lógistikkinni, við höfum verið að sjá alveg að það er ekkert einfalt með flutninga yfir landamærin. Þannig að það er hellingsáskorunir í þessu en samt sem að við vitum að það hefur gengið heilt yfir vel að selja þetta en það er ekkert alveg áhættulaust. Nú við fengum ráðgjöf í uppsjávarstofnun fyrir næsta ár og það er auðvitað bara eins og held ég að flestir vita sem fylgjast með félagi eins og okkar og með sjávarútvegi. Það er gríðarlegur samdráttur í makrílráðgjöf upp á 70% fyrir næsta ár. Og okkur gekk ótrúlega vel Íslendingum að veiða í sumar. Við veidum held ég 135.000 tonn, við veidum allan útgefinn kvóta pluss þá geymslu sem við erum búin að velta á milli ára. Þannig að þessi niðursveifla er miklu meira en 70% fyrir okkur. Við erum að fara úr 135.000 tonna veiði niður í útlit fyrir einhverja 30.000 tonna veiði, þannig að þetta er 100.000 tonn niður. Það er meira en 70% og það verður mikið högg og auðvitað verkefni fyrirtækjanna að aðlaga sig og hvernig menn ætla að mæta þessu. Það verður ekkert allt, það þarf að bregðast við því með einhverjum hætti. Við erum líka að sjá ráðgjöf í Kolmunna, þar erum við að sjá 41% niðurskurð. Við erum að sjá norsk-íslenska síld að styrkjast og síldarstofnina bara þokkalega sterka og vonandi að koma upp.
Gott sem það er eitthvað samspil á milli þess að aðra tegundir að fara niður, að eitthvað samspil í hafinu, það vitum við ekki einfallega því að við erum ekki að rannsaka þetta nógu vel og vantar að bæti í það. Nú haustleiðangur á loðnu, hann skilaði náttúrulega litlum upphafskvóta eins og við vitum, en það var gríðarlega sterk unglónumæling, ég man ekki hvort þetta var önnur besta unglónumæling, það upphafi mælinga, þannig að það eru þetta mikla væntingar fyrir vertíðina 2027. Og við í rauninni, þó þetta sé lítil upphafslónu kvóti núna, þá skulum við líka vera bara heiðarlega að þetta er jákvætt. Við höfum verið að fara síðustu haustafans að finna nokkra lónu, þannig að við bindum mikla vonir við það að í janúarleiðangri verði einfallega bara aukning á þessum kvótum. Og það finnist meiri lóna og við vorum fullt bjartsýni með það. Og það væri mjög kærkomi inn í þessa niðursveiflu sem við erum að horfa á í öðrum tegundum að fá lónun upp. Og það væri líka kærkomi fyrir markaðina í Asíu og Austur-Evrópu sem að bíða eftir lónu og hafa ekki fengið mikið í síðustu ár. En það er mikil eftirspurn á þeim vígstöðum og eftirvænting. Nú það er kannski athyglisvert að horfa á þessa mynd sem ég er nú reyndar nýbúinn að sýna á sjávarútvegsmiðli Deloitte, en ég tók sama loðnuveiði frá 96 og móttöku fiskimjölsöfnina líka. Þið sjáu það að ef við skoðum fyrstu 10 árin, 96 til 2006, að þá er meðal loðnuveiði 970.000 tonn og móttakan 1285.000 tonn og meðaltali. Næstu árin, og loðna náttúrulega bara burðar á sig í þeirri fiskimjölsmóttöku, næstu 10 árin, 2006 til 2016 cirka, þá er þetta 565.000 tonn sem verksmiðjurnar taka á móti og þar er loðnan ekki nema 325.000 tonn. Þarna komum við inn sterkari tegundin. Við vorum náttúrulega að veiða makríl töluvert í bræðslu fyrst á meðan við vorum að afla okkur veiðireynslu og við höfðum einfaldlega ekki, það gleymist stundum í umræðinu um þetta, að við höfðum ekki einu sinni fjárfestingu eða manneldisvinnslu til þess að búa til manneldisvöru úr makríl á þessum tíma. Við þurftum að fjárfesta gríðarlega til þess að ná þeim árangri sem við erum til þess að sjá í vertíðinni sumar hjá held ég flestum fyrirtækjum sem er að vinna makríl, en það er líka liggja baki margir tugir milljarða í fjárfestingu til þess að þetta hafi orðið að veruleika að búa þessi verðmæti til sem voru búin til sumar. Nú síðasta tímabilið þá erum við að sjá loðnuna bara í 165.000 tonnum og ef maður rýnir það betur þá er þetta það eru 3 loðnuljós ára á þessu tímabili. Það er bara eitt stórt á 2022 sem heldur uppi þessu 165.000 tonna meðaltali, þannig þetta er í rauninni mun meiri skellur en það. Þetta er auðvitað umhugsunarefni og þarna einhvern veginn þurfum við að bæta í rannsóknir og vita hvað erum að gera. Nú við kannski bara það var ákveðið af stjórn Síldarvinnslunnar á haustmánuðum að fara í það að skoða starfrækslu gjaldmiðil félagsins og einfaldlega út af því að með kaupum okkar á Vísi og auðvitað eflingu bolfisk einingar félagsins, það er að segja, getum farið aðeins lengra aftur þegar við keyptum auðvitað bergkvíinn og keyptum kvóta á stálskipum og keyptum á Seyðisfirði, þá jukum við mjög hlutdeild bolfisks í tekjukörfunni og auðvitað í gjaldakörfunni líka og eignarhliðinni líka og samanskapið þá jókst mjög vægi evru í okkar reikningshaldið, þannig að það þótti eðlilegt að skipta gjaldmiðil og fara yfir í evru í stað dollars með samstæðu uppgjör félagsins og það munum við taka upp 1. janúar næstkomandi. Og þessi mynd sýnir í rauninni bara vægi gjaldmiðla eins og þetta var í lok 2024, þannig að við erum með tekjur í evru upp undir 50%, svo kemur dollarinn og við erum með evru gjöldin, þau eru 33, þar reyndar erum við hærri í dollar af því að þar erum við með til dæmis olíukostnaðinn í dollar. Þar erum við lægri í dollar, þar er náttúrulega bara eiginlega olíukostnaðinn eftir í dollar sem stærsti hluti. En aftur á móti í gjöldin í íslenskum krónum eru þetta ekki þannig að það er laun og innlendur kostnaður. Ef við skoðum síðan eignarhliðina, efnahaginn, þá er þetta miðað við stöðuna eins og hún var fyrst í lok árs 2024, að þá sjáum við að eignarhliðin er yfir 50% í evrum og rétt yfir 20% í dollar. En síðan í skuldarhliðinni þá erum við í lok síðasta árs yfirvegnir í dollar á móti evru. Það er náttúrulega helgast að þegar við vorum með uppgjörsmynt í evru og síðan erum við aðlaga skuldarkörfuna að því að við erum að skipta gjaldmiðil og að tekjukörfunni. En þarna er kannski bara að vekja athygli á því ef einhver er að velta þessari körfu fyrir sér að
að við erum ekki með svona mikið af skuld, við erum ekki með neinn lán í íslenskum krónum þó að það komið þarna fram yfir 30% skuldir í íslenskum krónum. Þetta er auðvitað bara svona veltu, þetta er bara það sem er í gegnum veltufjármuni, þetta er bara skammtímaskuldir, launaskuldir, skatturinn og virðisaukaskattur og svona innlenda kröfur sem vorum velta yfir áramót. Nú aðeins bara, það þarf ekki að fara mikið í þessa mynd, en hún sýnir náttúrulega bara í rauninni ekkert annað en bara þá skattagleði sem íslenskur sjávarútvegur býr við á öllum vígstöðum. Það er ekki bara veiðigjöldin. Það er búið að margfalda kolefnisgjöldin á eins og sést á þessari mynd og enn er á að bæta við ef að menn taka einn breytingar sem er verið að stefna 1. janúar 2026 og þá verður þetta komið yfir 5.000 milljónir af sjávarútvegi og auðvitað höfum við brugðist við á skipi eins og þessu sem við erum borið í núna. Uppsjávarflotanum, hann hefur auðvitað bara leitað eftir olíu þá og keypt olíu í Færeyjum án kolefnisgjalda. Sjálfsög bara sama og við auðvitað lærum þetta bara Landhelgisgæslunni sem hann sá ekki hag í því að borga þessa skatta og fór til Færeyja og keypt olíu. Þannig að við höfum góðan eftirmynd í því, fyrirmynd. En þetta auðvitað er ekki nokkur átt að vera búa til skattheimtu ef þetta, eins og ég segi, ef þetta á að vera til þess að skipta orkumiðla þá held ég að vera nú ágætt að finna fyrst orkumiðlinn sem að fiskiskipafloti Íslendinga getur notað en menn fara í að ofurskattleggja það sem við erum að gera. Og svo með fiskimjölsiðnaðinn sem er í blái hlutin af þessum súlum og sá hluti sem þeir greiða, það er ansi harkalegt að fá ekki afhent vera búin að eyða milljörðum í raforku eða verksmiðjum þannig að fá svo ekki aðgang að rafmagni en vera svo labba fyrir hornið og reka sig á skattaský í kolefnisgjöldum. Nú, ef við horfum aðeins bara á stöðuna núna, síldarvertíðin er á lokametrunum hjá okkur og við bara, hún er búin að ganga mjög vel og stór hluti fara til manneldis eins og ég sagði þetta. Hvað snertir raforkumálin, af því ég minntist nú á það hérna áðan, að þá lítur betur út með það núna þó svo að við sem búin að horfa upp á Kárahnjúkavirkjun leka til sjávar óbeislaða megnið af ágústmánuði og langt fram í september. Og á sama tíma höfum við ekki haft aðgengi að rafmagni eins og við getum í verksmiðjunum. Það var ekki fyrir núna Norðurál, það stoppaði fyrir vestan Grundartanga að við fórum að fá óskert rafmagn og á eðlilegum verðum. Því að verðlagningin líka á dreifingunni er það há og orkunni að hún keppir illa við olíu þó svo að menn séu búin að smyrja á olíu og kolefnisgjöldum. Og það er umhugsunarefni ef að olían er svona dýr á sama tíma og hún lekur óbeisluð til sjávar. Nú, við vorum að tilkynna í síðustu viku lokum fiskimjölsverksmiðjunnar á Seyðisfirði. Auðvitað gerum við ekki lítið úr því að auðvitað er þetta mikið högg fyrir samfélagið og alla sem að þetta snertir á svæðinu. En þetta er líka alveg högg fyrir síldarvinnsluna, það má ekki gleyma því að þetta eru miklar fjárfestingar bundnar í verksmiðjunni. Það er alveg högg að sjá þessa mynd sem ég sýndi hérna áðan, þennan niðurskurð í aflaheimildum, að við erum að stefna á því að næsta ári 40% niðurskurð í kolmuna ofan á allt annað. Þannig að við erum að sjá kannski afla til fiskimjölsverksmiðja að fara niður fyrir 400.000 tonni í 400.000 tonn og bara til upprifjunar. 2002 þá tók síldarvinnslan ein og sér, sem fyrirtæki 425.000 tonn allt ári í sína verksmiðjur. Þannig ef allar verksmiðjur á Íslandi er að fara niður undir 400 tonn núna þá sjá menn alveg hvaða sveifla er í þessu. Og menn hljóta líka átt að segja því að þetta hlýtur að vekja menn þurfa eitthvað að bregðast við. En auðvitað er þetta ekki einfalt og við munum auðvitað horfa til, erum að leggja til ráðgjafar núna að vinna með heimamönnum og vonandi bara ber það einhvern árangur að menn finni mótvægisaðgerðir sem geti mildað höggið að einhverju leyti fyrir íbúa þar. Samanskapi vorum við með uppsögn áhafna á Guðlu Rauhóni Gísladóttir á haustmánuðum. Þetta er auðvitað bara hagræðingaraðgerðir sem við sjáum fram á að þurfa að fara í og umhverfið er auðvitað að breytast. Við stöndum fram fyrir ýmsum áskorunum, hækkandi gjöldum og svo er það auðvitað líka þannig að þorskafli Íslendinga hefur minnkað 70.000 tonn frá 2019 og hjá okkur eru þetta þá einhver kannski 5.000 tonn í samstæðu síldarvinnslunnar og það gefur auðvitað að einhvers staðar kemur það niður. En við keyptum Birting fyrir nokkrum misserum og stefnum að gera hann út í kjölfarið og ráða tvöfald áhöfn þar, þannig að vonandi náum við nú að vinna með mörgum úr áhafnarmeðlimum. Að
bjóða mörgum að þessum áhafnarmönnum vinnu aftur. Nú, eins og ég sagði, það er verið að boða hækkanir á kolefnisgjöldum. Við vitum að það er að koma ný veiðigjöld, við vitum bara ekki hvernig þau líta út, óvissan er svo mikil og ég held að sé bara vandræðagangur að reikna út veiðigjöldin. Vinnubrögðin við setningu þessara veiðigjalda var mjög ónákvæmur og vond og það endurspeglast kannski bara í því að við stóðum frammi fyrir því á vormánuðum og stöndum í rauninni frammi fyrir því ennþá. Mánuði áður en að gjöldin kom á okkur að velta fyrir ykkur, eru gjöldin að hækka í 1800 milljónir, eru gjöldin að hækka í 2000 milljónir eða 2500 milljónir eða 1500, við áttum okkur ekki alveg á þessu, en það er tölur sem við höfum frá vormánuðum og eru byggðar í rauninni á gögnum frá ríkiskattstjóra, að þær voru frá 1800 upp í 2300 milljónir, þannig að það er alveg 400-500 milljónir sveifla bara í opinberum gögnum sem við höfum í höndunum í dag. Það sjá það náttúrulega allir að þetta er ekki gott, en auðvitað munum við bara bíða eftir og vonastlega þetta birtist á næstu dögum og bara bíða rólega þangað til þau koma og þá munum við bara fara yfir það og sjá hvort við að bregðast við og með hvaða hætti. Nú að þessu sögðu þá held ég að ég ljúki nú bara þessari yfirferð á þessu uppgjöri og varpa því fram hvort það sé einhverja spurningar komnar. Og það er eiginlega eina sem að mér finnst oft jákvætt við þessa fundi með ykkur sem eru að hlusta. Ég fæ ekkert mikið af spurningum. Þannig að auðvitað væri gaman að hafa ykkur sem er á myndavélinu einhvers staðar í Soranum í Reykjavík, annars staðar að hérna við vorum í Bergi austur í Neskaupstað. En því komum bara seinna. Takk fyrir í dag.